Við vorum að skoða CSS og hvernig við getum látið þessa hluti hérna líta betur út. Og við erum hérna. Og þá kom spurning, hvað gerist ef ég er með þetta, ég seti þetta svona, ég gerir font size bara 2 rem hér. Af hverju gerist þetta? Af hverju, ég er búinn að segja hérna font size 1 rem, font size 2 rem, betur hvað? Ok, ef ég færi þetta hérna, þetta er ennþá eins, hvað er í gangi? Þá komum við inn í sem sagt, kasketið og specificity, eða sértæknina. Og það er það í raun, að ef það er eitthvað ambiguity, sem það er óvissa hjá CSS, hvað á að velja, þá eru reglur sem leysa úr því. Þegar hér er einn óvissa, að því að við erum með H2, sem er með class nice, og bæði H2 og klassi nice skilgreina font size. En annarkvort verður að vinna. Þau geta ekki verið bæði. Af því að það er alltaf í endanum bara eitt property sem er í raun, það er bara eitt gildi inn í eitthvað property. Þannig að þá kemur þetta specificity inn í og þá er það þannig, það er búin til svona fernd af tölum, þar sem að type selectorinn, þessi hérna sem er velið bara típu af elementum, hann er í raun fyrsta stakið. Síðan koma class selectorar og einhverju pseudo selectorar líka og það er þessir hér. Þannig að þá erum við með einhverju svona fernd sem þá getum við hugsað hana sem bara eitthvað 0,0,0,0 og við erum búin að segja hérna, ok, H2, hann er með þetta hérna. Nice er með þetta hérna. Og tölurnar vinstra megin hafa hærri forgang en tölurnar hægra megin. Þannig út af því að þetta hérna er, og það er hægt að hugsa þetta svona, en það er ekki tæknilega rétt að þetta verði 1 og þetta verði 10. 10 er stærri en 1 og þess vegna vinnur 10. Og þess vegna er font size 2 en ekki 1. Ef það er síðan í raun jafntefli, ef við varum með H2, font size 3 rem og ekkert hér, og það er jafntefli, hann er með nákvæmlega sama specificity-ið, þetta er nákvæmlega sami selectorinn, að þá tekur CSS þann sem er seinast skilgreindur í skjali. Og þá getur það verið þannig að við erum með kannski svona og við erum með nokkur CSS-skjöl og þá er það bara í seinasta skjalinu hér neðst í því skjali. Sá selector myndi vinna ef það væri H2. Þannig að það er alltaf bara hver er seinastur í heildinni. Og þá sjáum við hérna að ég getur með að segja hófari hérna yfir, þá kemur specificity 001 og hérna kemur specificity 010 og þannig er verið að sleppa fyrsta af því að þessi hérna tala á aðeins við ef við förum í raun að vinna með, ég ætla að formata þetta þannig að þetta líta aðeins betur út. Ég geta ekki út af því það er villað ennþá við því. Ok, ég ætla að hold that thought, förum hérna, lögum þetta, förum í validatorinn, hendum þess inn. Stray and tag style, ok, já, ég glemdi að henda þessu. Svona, format, nú er þetta í lagi. Prettier gat ekki keyrt að þetta voru semantísk villa í uppsetningunni á HTML-inni, þannig að hann gat ekki raða því að það var vitlaust. Ok, þannig að þessi hérna tala á bara við ef ég gerist þetta svona. Style, font size, 100 rem. Þannig að þá allt í einu er ég með heimsins stærsta lorem ipsum hérna. Og ef ég inspekta það, þá sé ég hérna að það er bara á elementinu font size 100 rem. Þannig að ef ég fjarlægi það, þá bara dettur það niður. Og þetta kemur aftur hérna inn. Þetta er eitthvað sem er hægt að gera, en við viljum ekki gera núna. Ég mun segja ykkur hvenær við viljum fara að gera svona. Ekki gera svona núna. Ekki fá ykkur kóðabrót og copy-pasta og setja style attribute inn í HTML-ið. Af því að þá erum við fann að blanda saman útliti við HTML-ið okkar. Og muni, HTML, merkingafræðin í efninu okkar, CSS útlitið ofan á það.
Ok. Já. Svona. Já, það kemur CSS og það kemur í raun það sem skilgreint að H2. Þannig að við myndum fjarlægja þetta svona og þá fáum við hana stóra en ekki í uppercase með underline bláa. Og þá kemur hérna líka, ok, super nice. Það er með background color aquamarine. Very nice. Ok, en við ætlum líka að segja að það er með text hvað er að segja? Það er með color red eða eitthvað. Ok, gerum þetta svona og super nice nice. Ok, hvernig er þessi fyrir svona litin, textin, ekki bakgrunninn? Rauð, á hverju? Skiptir ekki máli rauðin hér. Af því að specificityið er nákvæmlega sama hér. 10 og 10. Þetta er skilgreint seinna í skjalinu, þetta vinnur. Þannig við stum bæði, sjá hvort ég sé að ljúga ykkur. Ég er ekki að ljúga ykkur. Þannig ef ég set þetta fyrir neðan, þá er hún rauð. Rauðin hérna skiptir engu máli. Þannig erum við bara að hengja við og segja þessi klassar eru þarna. Selektorarnir, þeir ráða öllu. Og sértæknin eða specificity af þeim, þeir ráða öllu. Það er það sem skilgreinir hvað fer á. Hverju er applyið. Ok, svo þegar við erum að vinna CSS, alveg eins og við erum að vinna HTML, að þá höfum við tól sem heitir CSS Validator og við getum pastað inn í hann. Og þegar við erum að vinna með hann, til þess að fá sem mest útrunum, þá viljum við setja all warnings. Og þá lætur hann okkur vita af öllu sem það gæti verið að. Kíkjum á þetta, allt í góðu. Ef ég væri með eitthvað hérna, eins og dæmis, ég sleppi semikomu, allt í lagi. En ef ég seti font weight bold, check, þá kemur villa. Missing semicolon before the property name font weight. Þetta er mjög algeng villa þegar við erum að byrja að nota CSS. Af því að eins og HTML, þá er CSS mjög svona forgiving. Það leyfir okkur að skilgreina vitleysu og ef við sleppum henni hérna, þá sjáum við það hér líka. Og hún er að segja semicolon expected. Held að þetta sé bara CSS, en ef við erum ekki, ég veit ekki hvort það sé út á prettier. En ef við keyrum þetta hérna, þá detta bara stílarnir af. Og undirfyrirspurnin verður ennþá blá. Af því að það sem að gerist er CSS fyrir hérna, ok, nice, nice. Color blue, check. Text transform, uppercase, new line, text decoration. Þetta er ekki gilt property name. Hún horfir á þetta allt hérna. Ok, sleppi því. Næsta lína, super nice, ok, ég veit hvað þetta er. Þannig að CSS munurinn láti þess að þessi hérna lína sé ekki til. En við erum búin að skrifa eitthvað og við viljum hérna bara, af hverju verður þetta ekki uppercase? Og þá er það bara út af því, vantar þessu litlu semikonon. Aftur, tölvur, mjög heimskar, mjög literal, við verðum að segja nákvæmlega hvað við viljum. Þannig að munurinn á þessu og þessu er bara brotið skjal. En ef við gleymum þessu, þá er hann brotnar þetta ennþá meira. Og þá fer allir stílar frá og með þessu hérna, þeir munu vera brotnir. Að þegar við gleymum að loka og þá er raun ójafnvægi og bara allt verður í klessu. Þannig að ef við gerum þetta, erum með prettier eða eitthvað hérna, erum með þetta uppsett, kerum í gegnum validatorinn, þá fáum við hint það hvað er að hjá okkur. Þannig að gera þetta til að sjá, ok, það er eitthvað parse error. Og þá getum við séð hérna, ok, super nice, getum byrjað þar, ok, já, ok, það vantar að loka hér, lokum og jafnvægið komið á. Ok,
Einhverjar spurningar? Þannig að þið hafið ennþá vikuna núna til þess að vinna HTML verkefnið. Byrjið ekki á CSS fyrir í næstu viku að vinna með það. En þetta svona gott að byrja að læra það sinna CSS sem fyrst. Herri, takk í dag.